Segðu mig aðeins svona, hvernig hefur þetta verkefni gengið fyrir sig að flytja þetta starfsfólk á milli landshluta? Það hefur gengið raunni vonum framar. Það hefur vel tekið á móti. Fór hér á íslenskunámskeið, fór í allar þær kynningar sem hægt var að bjóða hér upp á og bærinn tók vel á móti þeim og fólkið tekur vel á móti þeim. Og svo er náttúrulega sérstakt ánægjuefni að geta boðið upp á þessa glæsilegu aðstöðu núna þegar að þó hún hafi tafist einhverjar örfáar vikur, að þá er þetta aðstæða sem við erum mjög stolt af að geta boðið þessu fólki. Hvernig er þessi aðstæða? Þetta er bæði stúdíóíbúðir og herbergi. Herbergin hafa aðgengi hérna mjög góð sameiginlegu rými og fólk sem er fjarri sínu heimalandi og fjarri sínu fjölskyldum er mjög ánægt sig í dag að geta flutt inn í svona glæsilegar vistarverur og það er eiginlega mest ánægjuefni yfir þessu í dag. Hvernig hefur þetta verkefni gengið? Það hefur gengið í raun vonum framar. Það eru vanir menn sem hafa keyrt þetta í gegn. Fengum húsið, þetta sögufræga hús sem á langa fiskvinnsluferil að baki og hérna var íþróttasalur í seinni tíð. Fengum það afhent sjómandagshelgina og það var náttúrulega mikil bjartsýni að flytja inn 1. september en við erum komin inn núna og fólk er mjög ánægt og þannig að það er ekkert að segja annað að verkefnið hafi gengið bara mjög vel. Er langt síðan þetta fólk kom hingað til Grindavíkur eða er það bara svona rétt að setja staðið þarna núna? Nei, það kom hérna bara til vinnu 1. september eins og til stóð og hefur verið hér í leiguhúsnæði á svona 3 stöðum og sýnt okkur mikla biðlund en er bersýnilega fegið að vera komið í þessa aðstöðu. Þau eru hérna með 18 tveggja manna íbúðir og svo eitthvað annað eins af herbergjum. Er þetta allt fullt nýtt? Já, þetta er fullt nýtt og komast færri aðeins vilja reyndar sko. En svo er annars hópur sem flutt í blokkina og er mjög ánægt þar. Sú aðgerð stóðst alveg tíma og fluttið beint þar inn fólkið. Og það þá fjölskyldur með börn? Það er fjölskyldur með börn og fólk hefur valið það að koma þar eða vera hér þannig að það er mjög fjölbreytilegur húsnæði sem fólkinu stendur til boða. Þannig að það er ekkert langt frá því að þegar upp eru staðið þá geta verið komnir kannski 100 manns í bæinn sem eru flestir fjarri sínu heimalandi og sínum fjölskyldum og mjög mikið atriði að bæjarfélagið allt, fyrirtækið og samstarfsmenn taki vel á móti. Nú, heyrði ég hérna áðan á göngum að þið gerir ráð fyrir að fólk búi hérna bara í 9 mánuði á ári því að þið lokið við sumartímann og þá fer fólk bara til sín heima. Og hvað, þið notið þetta þá bara í ferðaþjónustu þess á milli? Já, það er eitt sem er verið að vinna að þegar fólk fer heim í jólafrí eða fólk fer heim í sumarfrí að þá nýtist þetta í ferðaþjónustuna og ég held að það sé mjög gott mikið tækifæri í einmitt svona samvinnu milli þeirra fyrirtæki sem þurfa á þessu starfsfólki að halda því við þurfum að hafa þetta fólk að geta haft það bæði nýtt svona húsnæði bæði fyrir ferðaþjónustuna og fyrir aðra starfsemi og tímalega ferða mjög vel saman því að túristinn er náttúrulega mestur hérna á sumrin og þá vonustu til þess að geta haft svona lokað eða að fólk fari svona sameiginlega í sín sumarfrí. Þannig að það fer mjög vel saman. Nú fluttuðu þennan fjölda starfsfólki hingað til ykkar og þið hljóta eitthvað þurft að útvikka þá hjá ykkur vinnsluna líka hérna í Grindavík. Hvernig gerðu þið það? Já, það er verkefni sem við erum í núna að færa vinnsluna frá þessum 3 stöðum á þennan eina stað. Stór hluti hefur farið í það að hvað tekur við það sem við förum. Það hefur allt saman gengið eftir áætlun og við erum ekki búin með það verkefni. Við erum að byggja hérna upp hátækni fiskvinnsluhús við hliðina á saltfiskvinnslunni okkar og þannig að það fjölgar hérna starfsfólki meira en 2-falt. Þið eru núna að samhliða saltfiskverkefni að setja upp frystihús. Já, og ekki bara frystihús, það er hús sem er bæði fersku og frystu og léttsöldu og verður mjög allmikið hús sem er mjög mikinn sveigjanleika. Þannig að við erum að mæta þeirri þörf að
að sem breytt markaðsástand kallar á, að geta mætt kúnnanum með miklu meiri sveigjanleika og miklu afli til þess að standast bara samkeppnina við Rússa, Norðmenn og aðra sem eru á sömu slóðum. Hvað er þetta orðið margt starfsfólk hjá okkur hérna í Grindavík? Þegar við byrjuðum í haust þá fórum við að stað 125. Það er ekki ólíklegt að við munum enda einhverjum 150. Og nægt hráefni? Já, við erum að vinna á eigin hráefnir, við erum að vinna okkar 17.000 tonn. Við stefnum að því að vinna 20.000 tonn í þessum tveimur húsum og við verðum væntanlega komni með þá stærðargráðu upp væntanlega svona innan árs. Er það landað öllum þessu fiski hérna í Grindavík eða er hún landað fyrir austan, vestan, norðan? Það er engin breyting á því sem hefur verið hjá okkur síðustu 20 ár að skipin velja bara, skipstjórarnir velja þau fiskimið sem gefa best hverju sinni og við sækjum fiskinn þangað. Það hefur alltaf verið þannig að haustin hefur verið fyrir austan og norðan á seinni árin. Sumrin hafa verið þá fyrir vestan og sunnan. Þannig að helmingur ársins menn að landa fyrir norðan og austan og hinn helmingin hérna í Grindavík. Þannig að það er engin breyting á því, ekki nema fiskgengdin breytist einhverju leyti.